tonnum af frystri úthafsrækju á Eskifirði. Rækjuverksmiðja hraðfrystihús Eskifjarðar á nú birgðir til 2 mánaða vinnslu. Togarinn kom til Eskifjarðar á mánudag og þá var strax byrjað að landa helmingnum af þeim 460 tonnum sem hann var með af frystri úthafsrækju. Það verk tók langan tíma og lauk ekki fyrr en í gær, þrátt fyrir að 12 menn ynnu við það, því að rækjunni var allri pakkað í 24 kílóa pakningar. Að sögn Búa Þórs Birgissonar, verksmiðjustjóra hjá rækjuverksmiðju hraðfrystihússins, vinnuverksmiðjan 9,5 tonn af rækju á dag. Þá vinna 32 starfsmenn á 2 vöktum, alls í 14 tíma á dag. Verksmiðjan á nú birgðir af frystri rækju af rússneskum frystitógurum til 2 mánaða vinnslu. Auk þess vinnur verksmiðjan ísaðarækju frá bátum hraðfrystihússins en hún þykir betra hráefni en frystrækja og er dýrari. Rússneski togarinn er frá Múrmansk. Hann er 2330 brúttólestir og er stærsti togari sem landað hefur á Eskifirði. Þetta er í annað sinn í sumar sem rússnesku rækjutogari landar þar, en rússnesku rækjusjómennirnir fá 30% álag heima fyrir komið þeir með erlendan gjaldarinn í landið. Þeir nota líka tækifærið og kaupa gamla bíla til að flytja heim. Togarinn fór frá Eskifirði í gær og hélt til Akureyrar. Það var Þórarinn Hávarðarsson, okkar maður á Eskifirði, sem tók þessar myndir.